Ég útskrifaðist úr hótel- og veitingaskólanum 90 og var svolítið í veitingarekstri áður, eða ekki rekstri sjálfur heldur, var að vinna á veitingastöðum. Og svo fór ég á sjóinn og þetta var alltaf blundað í mér að vera í því, og ég hef líka bara trú á ferðamanninum hingað á þetta horn, Norðausturhornið. Og það er náttúrulega fyrsta lagi birtan, annars vegar yfir sumartímann, myrkrið hins vegar yfir veturinn, mánuðina. Nú svo bara fuglalífið og náttúran. Hér er mjög fjölbreytt fuglalíf og hvergi fleiri fuglategundir að finna á sama stað eins og hér á Melrakkasléttu. Nú eins með gróður, þó að það nú virðist ekki vera sjáanlegt, þá er mjög margar plöntutegundir hér komnar á sama stað. Þannig að það er svona það helsta, og kyrrðin og friðurinn. Við náttúrulega höldum upp í atvinnustarfsemi hérna, bæði við hjónin hérna sem rekum þetta, og eins erum við með fólk í vinnu, og við erum til dæmis að endurbæta og breyta húsnæðinu hérna, og við þurfum iðnaðarmenn og þeir koma héðan allir, og þannig að þetta telur allt. Við höfum aðeins verið með það á bólihæðinni að fara ekki of geyst og heldur ekki að fá of mikið af fólki. Við viljum halda þessu svona sérstöðu, þannig að þetta sé svona fólki að koma í umhverfi sem er rólegt, ekki megatúristi. Við viljum það ekki, þó að það myndi kannski vera betri rekstrareining, en við viljum halda þessu þannig að þetta verði, að fólk upplifi náttúruna og rólegheitin.